Dögg Harðardóttir, gjör svo vel. Formaður og ágætu ráðsfulltrúar. Mér langar til þess að þakka B-nefndinni fyrir frábæra vinnu. Ég með örfáar athugasemdir eða svona í grein 14 í kafla Alþingi þar sem talað staðfestingu laga. Síðast þegar þetta var rætt þá kom ég með breytingatillögu þess efnis að ef forsetinn synjaði lögum staðfestingar að þá gæti Alþingi fengið þau aftur til meðhöndlunar. Ég sé að nefndin hefur farið hérna ákveðna millileið og það stendur bara skýrt að Alþingi hafi kost á að fella lögin úr gildi og ég fagna þessu. Ég sætti mig alveg við að þessi millilending hafi verið fundin og bara ánægð með þetta. Nú í 19. grein þar sem talað óvissusjóði þá kveiknar á öllum rauðum perum þegar ég sé hér í skýringum fyrir neðan að ábendingar AGS að við gerð fjárlaga verði gert ráð fyrir óvissusjóðum til að mæta greiðsluskyldu ríkissjóðs, til dæmis vegna kjarasamninga og þróunar efnahagsmála. Þetta held ég að sé stórhættulegt. Flestir vita hvenær kjarasamningar renna úr gildi og ég tel að þetta eigi að vera eitt af því sem verði bara að vera skylda þingsins að sjá fyrir og gera ráð fyrir auknum útgjöldum þegar endurskoðun kjarasamninga á sér stað, en það sjálfsagt að hafa óvissusjóði eins og nefndin segir hér og talar undantekningar tilvik vegna náttúruhamfara eða óvæntra og verulegra utanaðkomandi atvika eins og við sáum bara núna fyrir nokkrum dögum fyrir austan eða suðaustan. Og þess vegna ég hef ákveðnar áhyggjur af þessum óvissusjóðum vegna þess að ég held að menn hafi líka tilhneigingu til þess að eyða úr öllum þeim sjóðum sem einhver tíma safnast peningar í og mjög ánægð með að fjárlaganefnd Alþingis þurfi að samþykkja þetta, að menn geti ekki, ráðherrar geti ekki ákveðið þetta bara upp á sitt einsdæmi og fengi svo samþykki eftir á. Nú eitt viðbót í þessum kafla þar sem talað friðhelgi þingmanna. Ég vil nú þakka B-nefndinni fyrir að skemmta mér hérna. Mér finnst nefnilega skemmtilegt það sem stendur í skýringum þegar talað að það eigi að taka út, að það megi ekki höfða eða setja alþingismann í gæsluvarðhald eða höfða sakamál á hendur honum án samþykkis þingsins nema hans í staðina glæp og þá að taka út eða játi skýlaust sekt sína. Og orðalagið játi skýlaust sekt sína var ekki talið nægilega skýrt. Ég velti fyrir mér, ef ykkur finnst skýrara að afsala sér friðhelgi sinni, þá væri svolítið gaman að spurja þjóðina hvort henni finnst skýrara að menn afsali sér friðhelgi sinni eða játi sekt sína. Og ég vildi mjög gjarnan hafa þetta inni að það mætti höfða sakamál á hendur alþingismanni ef hann játar skýlaust sekt sína. Ég sé í rauninni ekki hvað óljóst við þetta. En þá það sem flestir hafa talað hér og það í kafla ráðherra og ríkisstjórn, það eru valkostirnir. Það sem sameiginlegt með þessum tveimur valkostum, það að sé alþingismaður skipaður ráðherra, þá víkur hann þingsæti og varamaður tekur sæti hans. Hann sem sagt víkur þingsæti í báðum tilfellum og það sem mér leikur forvitna á vita áður við greiðum atkvæði þetta við sammála þessu. Það stendur ráðherrar hafa ekki atkvæðisrétt á Alþingi þarna áður kemur að valkostunum. Ef við erum sammála þessu þá hálfur sigur unnin. Þetta eitt og sér gífurleg breyting frá stöðunni í dag að ráðherrar hafi ekki atkvæðisrétt á þingi og hann víki þingsæti. Ef við erum sátt við þetta, þá held ég að við ættum að stytta þessa valkosti aðeins. Ég spyr reyndar líka í valkosti 2, hverju á það að skila að ráðherra segja af sér þingmennsku? Viljum við það til þess að koma í veg fyrir tíð ráðherraskipti? Það markmiðið með greininni? Og ef það markmiðið, þá spurning hvort það sé ekki hægt að takmarka tíð ráðherraskipti á annan hátt.
Ég spila ekki fótbolta á hverjum degi, en ég held að það sé rétt hjá mér að í fótbolta megi bara leyfa 2 innáskiptingar í hverjum leik. Það hlýtur að vera hægt að setja, koma annarkvort inn í stjórnarskrá eða setja inn í lög að fyrir ráðherraskiptum þurfi að liggja mjög málefnalegar ástæður og rökstuðningur og menn þurfi að svara ákveðnum spurningum til þess að ráðherraskiptin séu þá heimiluð. Ef þetta er eitthvað sem við gætum orðið sammála þá er hægt að smíða breytingatillögu úr þessum valkostum, gera úr þessum valkostum bara eina hugmynd og eina lendingu og það getur vel verið að hún líti dagsins ljós áður en fundurinn er búinn. Þannig að ég held að við ættum að kannski, það eru svo margir á mælendaskrá eftir mér að taka kannski smá umræðu er þetta ekki eitthvað sem við erum sammála að alþingismaður sem er skipaður ráðherra að hann víki þingsæti vegna þess að þá getum við unnið þetta mál út frá því. Nú ein athugasemd enn það er í kaflan forseta Íslands, ég er mjög ánægð með að það skuli vera þarna inni aldursákvæði 35 ára en ég velti samt fyrir mér í jafnræðisreglunni sem er reyndar ekki til umræðu hér. Þá er uppi hugmynd að setja inn ákvæði að það sé ekki leyfilegt að mismuna fólki með tilliti til aldurs og þá velti ég fyrir mér ef þetta ákvæði er hérna inni, hvað þá? Hvað 34 ára gamall maður eða kona sem vil bjóða sig fram til forseta, getur hún farið í mál út af þessu ef aldurinn er inn í jafnræðisreglunni. En meira vildi ég ekki segja í bili og þakka nefndinni vel unnin störf.